byrjaður að raða saman stélinu. Til þess að gera það þá þarf maður að búa til svona sveigju hérna, hvað við segja, já, beyglu. Og þetta er bæði á stélfletinum hérna og eins á hæðastýrinu sem kemur hér fyrir aftan. En til þess að síðan búa til vængendan þá er hérna svona krossviðar stykki T3 og það þarf að koma inn í miðjuna á þessum 20 mm háa balsavegg. Ég er búinn að saga upp í þetta en það er ekki alveg nóg fyrir þetta, þannig að þá tek ég svona sandpapír. Þetta er sandpapírsnet og ég renni því hérna inn í sagarfarið til þess að víkka það örlítið. Og fyrst tek ég hérna ofan dálítið þröngt svona til að byrja með. Og svo snýði við og geri aftur. Tekur það sérst að neðan. Og það er strax miklu liðugra. Svona. Nú get ég tróðið þessu í og staðsetta. Það er nefnilega að staðsetjast hérna. Það situr við rif hérna og frambrúna hér. Svona. Ég er búinn að festa rifin hérna niður í miðjunni, en það eru nokkur rif í viðbót sem þurfa að koma og ég tek hérna 1,5 mm balsa og legg allstaðar þar sem að rif á að koma og ég lími það við hér. Síðan get ég tekið rifið sem á að koma ofan á, sett það á sinn stað og límt svona að svo miklu leyti sem að það má, vegna þess að þetta síðan þarf að lyftast upp þarna undir. Þetta kemur hér. Nú ætlum ég að halda áfram með þetta þangað til að ég er búinn og svo kemur hérna T4, ég þarf að gera spor inn í það. Þetta er að festa hérna tvo hérna. Hérna er ég búinn að taka spor upp í T4 sem er rifið hérna á endanum og þá get ég sett það upp á krossviðar endan svona. Þetta til þangað til að það situr á réttum stað. Sem er það bil hér. Svona.
og línda hérna niður á. Og eins hérna megin. Nú get ég strikað á krossinn hvar hann á að sitja, því að ég þarf að líma hann með trélími. Því að svona sekundulími virkar ekkert alltaf á krossvið. Nú ætla ég að halda áfram að raða þessum pörtum saman. Ég hef svona stálklumpa til að halda þessu á sínum stað og nú þarf ég að koma með frumbrúnina sem kemur hér og síðan ræmurnar ofan á rifin. Hérna er ég að vinna í stílinu og það sem ég er búinn að gera núna er að ég skar af þetta hérna. Hér, þetta er partur af hæðastýrinu. Síðan setti ég hérna 2 sinnum 3 mm sem ég á eftir að síðan forma bæði innan og utan til þess að fá fallegan vængenda. Ég er búinn að setja balsaræmur hérna ofan á rifin. Ég er búinn að setja hérna ofan á miðjuna og ég er búinn að setja smá rif hér, 3 smá rif. Þetta þarf ég síðan alltaf að endurtaka hérna megin, setja þykkinguna hér á og setja rifin hér og hér. Síðan get ég snúið þessu við og gert hinum megin líka. Hérna er ég búinn að setja saman stélflötinn og pússa hann að mestu. Ég á að vísa eftir að ganga frá frambrúninni. En áður en ég get pússa þetta hérna niður, þá þarf ég að smíða hæðastýrið og það er það sem ég fer í næst. Hérna er það sem þarf fyrir hæðastýrin og það er frambrúnin hérna. Hún brotnar hér og í hana er settur þessi krossviður. Ég hef víst ekki búinn að líma hann ennþá en hann kemur einhvern veginn svona. Síðan eru rif. Það eru 3 rif og þessi endi hérna. Ég er búinn að forma hann til og hann kemur hér. Síðan er hérna 1,5 mm balsi sem liggur hérna aftan til og kemur ofan á rifin og svo eru settar balsaræmur hér ofan á. Það er að vísu eitt sem er slæmt og það er að balsaræmurnar eiga að koma sem sagt ofan á rifin svona og neðan á. En
Rifin, þau eru eiginlega nákvæmlega jafn breið eða há eins og frambrúnin á stýrinu. Þannig að annarkvort þarf ég að bæta við á stýrið framan á eða lækka þessi rif. Og það myndi þá lækka 1,5 mm sikkur megin ofan og neðan eða 3 mm í allt. Mér þarf að sjá til hvernig ég gerir það. Ég finnst slæmt að þurfa að gera eitthvað svoleiðis, þannig að þetta skulle ekki passa. Hérna er ég búinn að raða saman öðru hæðarstýrinu og líma og ég ætla að setja hitt saman líka. Þetta hérna er ennþá laust í. Ég á eftir að stilla það af. Það fyrsta sem ég geri er að festa rifin. Og ég nota svona kubb sem ég veit að er 90 gráður. Ég er búinn að setja strik hérna þar sem það er miðjan og nú miðja ég þetta bara hér á og lími það. Ég er búinn að taka rifin aðeins niður þannig að þau ná ekki alveg upp að brúninni hérna. Þetta var rif nr. 7 og þá er hérna rif nr. 6. Og svo er hérna síðasta rif nr. 5. Setja aðeins þykkt lím líka svona til að gefa þessu aðeins smá styrk. Rétt á meðan ég er að höndla með þetta svona. Nú, hérna er afturbrúnin. Hún verður hér. Haldið henni bara á sínum stað og svona. Nú þarf ég að færa þetta til. Þar til að það kemur við rifið hérna. Svona. Nú set ég trélím hérna, það er betra að nota trélím þegar maður þarf að líma eitthvað við krossið.
einhverjum orsökum þá vill hann ekkert alltaf vilja svona sekundalím ekkert alltaf límast við krossviðið. Og þá get ég límt þetta hérna þar sem við bara setja nógu mikið af lími hérna. Svona. Þá það þessi hér, það kemur hérna, ég þarf að þynna þetta örlítið. Svona. Þannig að þá setjum ég bara líma þetta. Það síðasta sem ég ætla núna að gera að setja þennan hérna T8 hér í hornið. Þetta ætlað samkvæmt teikningunni og þarna á leiðbeiningunum þá ætlast til þess að það komi vír á milli hæðstýranna hérna en ég hef hugsað mér í staðinn fyrir að samtengja hæðstýrin að þá ætla ég að vera með sitt hvort servóið á þeim. Þannig að það kemur bara horn á þetta hér og þá báðum megin og stangir út úr skrokknum. Mér finnst það miklu sniðugra. Þá eru 2 servó sem að stýra hæðastýrinu en ekki bara 1. Já, auðvitað setti ég þetta á vitlausu megin. Þá koma svona.
Og hérna stélið allt komið saman. Nú það eru lamir komnar í og allt límt á sinn stað. Nú þarf bara að pússa þetta til og gera þetta fallegt. Hérna allt sem þarf fyrir hliðastýrið og stélkambinn. Búinn að raða því svona saman, ég er ekki búinn að líma neitt. En nú þarf ég að stilla þessu saman, líma og gera þetta fínt. Það er eiginlega eins gert eins og stélflöturinn og hæðastýrið, svo ég ætla ekki að vera að eyða mikið af myndum á það.